Það sem ég helst hefði viljað koma á framfæri var að við erum núna að átta okkur á nýrri stöðu. Við erum að átta okkur á því sem að þessi ákvörðun ríkisstjórnarinnar í fyrra að núna virkilega nota skógrækt og landgræðslu til þess að taka á í loftslagsmálum, hvað þetta þýðir fyrir okkur. Og þetta þýðir ýmislegt, en við vitum ekki alveg hvað það er sko, við þurfum að ná utan um það, við þurfum að fatta það og síðan þurfum við að taka það til okkar og setja það inn í skógræktarstarfið, hvað þetta þýðir allt saman. Og það er hægt að nefna ýmsa hluti, þetta er spurning um að fjölga hekturum í skógrækt, þetta er spurning um að auka bindinguna á hektara og hvernig gerum við það hvort tveggja, það eru nokkrar leiðir. Aðalmálið þó er að þetta kostar vinnu. Það er ekki nóg bara að láta framleiða helling af plöntum og síðan vona það besta. Það er vinna við það að nýta þær sem best, að láta þær búa til sem mestan skóg, að láta skóginn vaxa og þetta er vinna við rannsóknir, þetta er vinna við ráðgjöf, eftirlit, kynningu, alla þessa hluti. Það þarf að efla þetta allt saman til þess að dæmi gangi upp og við erum bara núna eins og ég segi að átta okkur á því. En að því kemur innan skamms og við höfum ekki langan tíma, við verðum að vera fljótt átt okkur á því og innan skamms þá kemur að því að við verum komin með í raun og verunni tiltölulega nýtt og breytt verklag á mjög mörgu sem við erum að gera.